Forsetar Rússlands og Bandaríkjanna eru komnir til Alaska þar sem ætlunin að þeir fundi næstu klukkutímana Úkraínustríðið. We're going to find out where everybody stands and I'll know within the first 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes or 5 minutes. Starfsmaður leikskóla í Reykjavík hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður kynferðisbrot gegn barni í skólanum. Ítrekuð strokullaxaslys geta útrýmt íslenskum laxastofnum, segir formaður Landssambands veiðifélaga. Leit hafin við Breiðafjörð og á Vestfjörðum að fleiri eldislaxum en þeim sem veiddust í Haukadalsá í Dölum. Mannskætt lestarslys varð í Danmörku nú síðdegis, einn látinn og fjöldi slasaður eftir að lest var ekið á annað ökutæki á Suður-Jótlandi. Gott kvöld. Leiðtogafundur forseta Rússlands og Bandaríkjanna hefst fljótlega í Anchorage í Alaska í Bandaríkjunum. Það mikið í húfi, skrifaði Donald Trump á samfélagsmiðla áður en hann lagði í hann í morgun. Utanríkisráðherra Rússlands var spurður þau ummæli Bandaríkjaforseta í gær að 25% líkur væru á að fundurinn yrði ekki árangursríkur. Hann svaraði því til að afstaða rússneska stjórnvalda væri skýr og að rök þeirra yrðu lögð fram á fundinu. Þegar hefði ýmislegt verið rætt á fundi erindreka Bandaríkjastjórnar og Vladimírs Pútíns í Moskvu á dögunum. Ætlunin að Trump og Pútín ræði leiðir til að binda enda á innrás Rússlandshers í Úkraínu. We're going to find out where everybody stands and I'll know within the first 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes or 5 minutes, like we tend to find out whether or not we're going to have a good meeting or a bad meeting. And if it's a bad meeting, it'll end very quickly. And if it's a good meeting, we're going to end up getting peace in the pretty near future. Gagnrýnt hefur verið að Úkraínuforseta hafi ekki verið boðið til fundarins, þar sem hann snýst innrás í hans heimaland. Zelenský sagði í dag að Úkraína reiddi sig á Bandaríkin og hann vonaði að fundurinn markaði upphaf leiðar til friðar og að næsta skref yrði að fulltrúar ríkjanna þriggja hittust. Úkraínumenn eru þó ekki allir svo bjartsýnir. Тут не Путін із Трампом має ділити нашу державу. Ми самі знаємо свої кордони і через то кожен воїн, кожен громадян захищає свої права і свою територію. То наша територія. Ще раз кажу, ми ні до кого не пішли, не напали ні на то. Щоб цей мир прийшов і люди, і діти всі просто видихнули від цього жаху. Щоб і вчилися, мирного неба було все. Тільки одне бажання. Це не може бути безнаказано, це не можна лишати. Вони мають нести відповідальність за те, що вони роблять. Trump og Pútín hittast á herstöð í stærstu borg Alaska, Anchorage. Báðir fóru langan veg frá Washington og Moskvu á fundarstaðinn sem hefur sögulega tengingu við bæði löndin. Alaska tilheyrði áður Rússum sem seldu Bandaríkjamönnum landsvæðið árið 1867. Viðbúnaðurinn mikill og síðustu daga hefur fólk komið saman til mótmæla. We're not happy to have these two people talking about the dissection of Ukraine. Shouldn't be happening without Ukraine. But it's also kind of makes me question how we can bring a war criminal, an international war criminal, to America. Not only to our military bases, and the reasons we have so many military bases here in Alaska and in Anchorage is because they were built up to protect us against Russian aggression. So this is just a diversion. Yeah. Putin's gaining. They're going to pet each other and they'll have a wonderful time. Yeah. Nothing will be done. Velkomin Albert Jónsson. Við heyrum þarna að það eru svona mismikla væntingar til þessa fundar. Líklegt að þínu mati að hann beri eitthvað árangur? Almennt eru lágstemmdar væntingar til þessa fundar, þannig hefur það verið. Og ástæðan fyrst og fremst sú að það allavega ekki til þess að vita að Rússar, árásaraðilinn, hafi með neinum hætti dregið sínum kröfum, breytt sínum markmiðum. Kröfurnar fela í sér
og það eru óaðgengilegar auðvitað fyrir Úkraínu, að þeir fel í sér að Úkraína verði hvorki sjálfstætt né fullvalda ríki heldur niður njörvað á áhrifasvæði Rússlands. Þannig að ef þetta stendur svona núna á næstu klukkutímana þá heldur stríðið áfram, það er augljóst. Já, við höfum heyrt dálítið mikið svona Trump hefur verið yfirlýsingaglaður í aðdraganda þessa fundar sem við höfum minna heyrt hvað Pútín ætlar að koma með að borðinu. Hvað mætir hann með á fundi sem þennan? Já, það þurfum að bara bíða held ég fram með því nóttu en sko ef við gefum okkur það sé möguleiki á lendingu, vonandi það, þá er líklega og raunhæfast að forsetarnir sammælist það að það verði svokallað skilyrðislaust vopnahlé og það muni taka gildi strax. Og Úkraína hefur samþykkt þetta reyndar fyrir löngu. En Rússar hafa ekki samþykkt þetta og vilja að fyrst verði viðræður og svo komi vopnahléið sem niðurstaða viðræðana. Það vekur þetta tortryggni hinum megin því þá fá Rússar tíma til að flækja málið, komið nýjar tillögur og vopnahlé flókið í framkvæmd og annað sko. Þannig að þeir myndi að nota þann tíma, jável einhverja vikur að óttast þeir til þess að sækja áfram í Donbass, þessum líki stöðum og jável ná þeim árangri þar sem þeir ætla sér og sigra Úkraínu á þessum mikilvægu stöðum. Já. Þannig að það gengur ekki. Einmitt. Nú var þetta auðvitað eitt af kosningaloforðum Trumps að koma á friði í Úkraínu. Hvað er mikið undir fyrir hann á þessum fundi að hann skilja árangri? Já, akkurat, hann hefur sagt heilmikið og annað líka, það er ekki ástæða til að efast að hann hafi einlægan vilja til þess að klára þetta stríð. Hann marg oft talað hvað honum hrylli við manntjólinu sem hræðilegt sko og að þetta haldi áfram þá þessi skelfileg mynd. En menn hafa ekki áhyggjur af þessu sko, hann vill gera þetta. Það sem menn hafa áhyggjur af, sumir, minnsta kosti, og margir sem þekkja hann, að hann muni skorta, ef þetta fari ekki að ganga, hann muni skorta þolinmæðina og úthaldið sem kunni að þurfa og hann hefur ekki sagt þetta beinlínis, hann muni þvo hendur sínar á þessu, en utanríkisráðherrann sagði fyrir bara örfáum vikum við Bandaríkjamenn mun ekki standa í þessu mikið lengur. Ef þetta fyrir ekki að ganga þá höfum við öðrum hnöppum að neppa. Þetta veldur miklum áhyggjum við mikið áfall ekki bara fyrir Úkraínu heldur Evrópu og NATO, Bandaríkjamenn það segja sig í fyrsta sinn í áratugi frá öryggismálum í Evrópu en þetta er spekulasjón en þetta hefur verið nefnt að hálfu utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Við sjáum hvað setur á fundinu sem hefst eftir smá. Kæra þakki fyrir komuna, Albert Jónsson. Og þá að öðru. Starfsmaður leikskóla í Reykjavík hefur verið úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald grunaður kynferðisbrot gegn barni í skólanum. Maðurinn er starfsmaður leikskólans Múlaborgar í Ármúla. Hann er á þrítugsaldri, foreldrar barnsins tilkynntu hann til lögreglu á þriðjudag og var hann handtekinn samdægurs. Brotið er talið alvarlegt og talið að það hefur verið framið innan veggja leikskólans. Lögregla hefur með aðstoð barnahús rætt við fleiri börn á sömu deild í leikskólanum í þeim tilgangi að kanna hvort brotið hafi verið á þeim. Skrifstofa Reykjavíkurborgar tjáir sig ekki málið, en frá borginni fengust þær upplýsingar að það væri litið alvarlegum augum. Fagstjórar leikskóla hjá borginni voru í skólanum í dag þegar foreldrar sóttu börnin til að bjóða upp á samtal. Skóla- og frístundasvið borgarinnar segir að foreldrum hafi jafnframt verið boðið að hringja í teymistjóra hjá barna- og fjölskyldudeild á ákveðnum tíma á morgun ef þeir vilja ræða það sem gerst hefur. Starfsfólk Múlaborgar hefur fengið ráðgjöf frá mannauðsráðgjafa borgarinnar. Laxar sem veiddir voru í Haukadalsá í fyrradag voru sjókvíaeldislaxar, segir laxasérfræðingur. Það sé alveg óháð hnúðlöxum sem greindust á drónamyndum og voru í fyrstu taldir eldislaxar. Víðtæk leit er hafin að fleiri hugsanlegum strokulöxum á Vesturlandi og Vestfjörðum eftir að gat kom í ljós á sjókví í Dýrafirði. Jóhannes Sturlaugsson líffræðingur veitti í fyrrakvöld nokkra laxa í Haukadalsá að beiðni Veiðifélags Árinnar og Stangveiðifélags Reykjavíkur vegna grunnsum að þar gæti leynst sjókvíaeldislax. Samkvæmt drónaupptökum var jafnvel talið að þarna væru 100 eldislaxa. Við nánari skoðun á því myndefni reyndi stór hluti laxanna vera hnúðlaxar. En uppruni laxanna sem Jóhannes veitti reyndist þó við fyrstu sýn allavega ekki vera í þeim hópi. Eins mikill sjókvíaeldislax eins og þau geta orðið og þess vegna verður að undirstrika það að blanda þessu ekki saman við það sem að mistaldist hjá Fiskistofu, einhverju hnúðlaxar. Þetta eru sjókvíaeldislaxar, við vitum bara ekki hvað þeir eru margir og þetta er mér er ekki skemmt þó að ég segi bara við verðum að taka þetta mjög alvarlega. Matís fékk sýni úr 8 löxum hjá Jóhannes í dag. Nokkra daga tekur að rannsaka erfðaefni þeirra til að komast að hvaðan laxinn slapp.
Helst liggur undir grun sjókví Arctic Fish í Dýrafirði. Við endurmati í gær á gögnum úr neðansjávareftirliti 3. júlí kom í ljós gat á kvínni. Öllum laxi í henni var slátrað 7. júlí. Arctic Fish telur fyrirtækið hafa uppfyllt allar skyldur sem þeim ber. Landssamband veiðifélaga fundaði atvikið með félögum sínum í gær. Já, það var mjög þungt hljóð í mönnum almennt og kannski hafa menn líka bara mestar áhyggjur af stofnanum. Þol þeirra til þess að fá svona innrás bara mjög lítið og það getur í rauninni í einhverjum tilfellum eða þetta eins og maður horfir á þetta orðið að þá geta svona ítrekuslið útrýmt þessum stofnum. Jóhannes telur líklegt að strókulax hafi ekki einungis farið upp í Haukadalsá. Faxaflói, Breiðafjörður, Vestfirðir og Húnaflói séu undir. Í dag var hafin svokölluð ádráttarveiði í Haukadalsá til að reyna að fanga eldislax. Verið að skoða hvort hægt að loka fyrir göngu fiska upp í Haukadalsvatn. Veiðifélagsaðilar, landeigendur og aðrir eru út all land að huga að þessum málum því að menn eru minnugir harmfara slysins 2023 og það enginn sem getur ennþá sagt á hvaða skala þetta slys því miður. Jón Helgi óánægður með orð ráðherra í sjónvarpsfréttum í gær og að ráðherrann segi ríkisstjórnin ætla að vinna á grunni fyrri ríkisstjórnar fiskeldi en þar hafi meginatriði verið að styrkja stöðu fiskeldis á kostnað náttúrunnar. Og ef það verður niðurstaðan, menn nota í rauninni þann grunn að nýjum lögum með þessa máli, þá erum menn auðvitað bara að taka ákvörðun það að útrýma þessum laxastofnum. Eftirlitsmenn Fiskistofu eru byrjaðir að athuga hvort vart verður við eldislaxa í öðrum ám, nærri Haukadalsá og á Vestfjörðum. Norskir kafarar skoða Haukadalsá í næstu viku og finni þeir eldislax ætla þeir að veiða þá með skutulbyssum. Framkvæmdir við undirbúning Hvammsvirkjunar geta haldið áfram eftir að sveitastjórn Rangárþings ytra ákvað nú undir kvöld að fela skipulags- og byggingafulltrúa að gefa út nýtt framkvæmdarleyfi til Landsvirkjunar. Umsókn Landsvirkjunar byggði á bráðabirgðaleyfi sem Umhverfis- og Orkustofnun veitti á mánudag í samræmi við ný ákvæði raforkulaga. Leyfið tekur til undirbúningsframkvæmda sem þegar voru hafnar og gildir í 6 mánuði. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála hafði fallist á kröfu landeiganda og ábúenda jarða á bökkum Þjórsár og stöðvað framkvæmdir við virkjunina í síðasta mánuði. Ákvörðun sveitastjórnarinnar var samþykkt einróma á fundi síðdegis í dag og byggði á jákvæðum umsögnum fagnefnda sveitarfélagsins. Þá var sömuleiðis samþykkt að afturkalla gamla framkvæmdaleyfið. Með leyfinu getur Landsvirkjun haldið áfram undirbúningsvinni á svæðinu. Sú vinna felst aðallega í gerð aðkomuvegar og annarri vegagerð innan framkvæmdasvæðis og efnisvinnslu fyrir vegagerð. Þar með talið efnisvinnslu fyrir Búðafossveg, auk raf-, fjar- og hitavatnsveitu vinnubúða og framkvæmdasvæðis. Umsóknin tekur ekki til framkvæmda sem eru í eða við vatnsfarvegi og munu framkvæmdirnar því hvorki hafa bein eða óbein áhrif á Þjórsá að sögn Landsvirkjunar. Einn látin og fjöldi slasaður eftir lestarslys í Danmörku nú síðdegis. Lest fór út á sporinu sunnan við bæinn Bjerndrup á leið sinni frá Kaupmannahöfn til Sönneborg á Suður-Jótlandi. Svo virðist sem lestin hafi ekið á annað ökutæki. 95 voru borð í lestinni og minnst 2 voru fluttir með þyrlu á sjúkrahús. Mikill viðbúnaður á slysstað og sjúkrabílar voru meðal annars sendir frá Þýskalandi þar sem slysið varð skammt frá landamærunum. Lögregla hélt blaðamannafund á 7. tímanum. Ifølge DSB så der cirka 95 passagerer ombord på det her tog. Der flere til skadekommende dernede på stedet, og på nuværende tidspunkt der 1 person afgået ved døden. De pårørende til den her afdøde person underrettet. Derudover så har vi indtil videre, så der 2 personer, der fløjet fra stedet med helikopter til sygehus. Og den nærmere årsag omkring ulykken, den kan vi ikke sige så meget om lige i øjeblikket. Og byggðist velvirðingar á þarna vantaði texta en upptöku af blaðamannafundunum verður hægt að nálgast á ruv.is. En heilbrigðisráðherra segir stöðu krabbameinsmeðferðar á Landspítalanum alvarlega. Von sé á tillögum spretthóps í næstu viku hvað sé hægt að gera strax til að bæta þjónustu og mönnun. Tíðar fréttir hafa verið að fólki með krabbamein sem þarf að bíða eftir meðferð í lengri tími en æskilegt talið. Framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins sagði í sjónvarpsfréttum í gær að neyðarástand væri varðandi krabbameinsmeðferð á Landspítalanum og forstjóri spítalans sagði í hádegisfréttum að staðan væri grafalvarleg. Já, ég er sammála því. Þetta er mjög alvarleg staða. Það eru
2 línuhraðlar sem of lítið eins og staðan núna. Þannig að það jú ekkert borð fyrir báru þegar tæki bilar. Línuhraðalar eru notaðir í geislameðferð. Heilbrigðisráðherra segir að búið sé ákveðið að kaupa 3. línuhraðalinn en hann kemst ekki í gagnið fyrr en eftir einhverja mánuði. En það ekki bara búnaður sem vantar, heldur líka starfsfólk og fram hefur komið að 3. af eðlilegum fjölda geislafræðinga vantar til starfa og segir forstjóri Landspítala geislafræðinga mjög sérhæft starfsfólk sem ekki sé hægt að vera án. Heilbrigðisráðherra skipaði spretthóp sem vantarlega skilar tillögum í næstu viku. Hvað þýðir það? Það þýðir að þar eru sérfræðingar af Landspítala og ráðuneyti sem að skoða hvaða aðgerðir hægt að grípa til strax til að lengja opnunartíma og til að bæta mönnun og svo framvegis. Forstjóri Landspítalans sagði í hádegisfréttum að naumhyggja einkenndi áætlanagerð, það að segja að hugsa verði til skamms tíma en ekki lengri. Já, það alveg rétt. Okkur hefur ekki verið mjög eiginlegt að gera áætlanir til lengri tíma. Við sjáum það í skorti á hjúkrunarrýmum, við erum alltaf sein að byggja nýjan Landspítala og nú krabbameinsþjónustan sem undir mikilli pressu. Þannig að já, við erum að reyna að horfa til lengri tíma. Í byrjun sumars var því skipaður verkefnahópur með víðtækt verkefni í tengslu við uppbyggingu Landspítalans, endurmeta þörf fyrir legurými, göngudeildarþjónustu og nýtingu húsnæðis. En sá hópur beðinn að hafa í forgangi hvernig við skipum krabbameinsþjónustu til framtíðar og hópnum ætlað að horfa til ársins 2050. 260 manns hafa farist í flóðum og aurskriðum síðastan sólarhring á Indlandi og í Pakistan. Ekki útlit fyrir að úrhellisrigningu þar sloti í bráð. Stórrigningar hafa verið síðustu daga og flóð og aurskriður hafa hrifið með sér heilu húsin í fjalllendi í indverska og pakistanska hluta Kashmir héraðs og nágrennis. पापा के साथ थी लड़का बह रहा था आर्मी वालों ने पकड़ लिया लड़की और पापा का कोई पता नहीं 194 hafa farist í hamförunum í Pakistan síðasta sólarhring og 60 hið minnsta í þeim hluta Kashmir sem Indland stjórnar. Tugir hafa slasast. لنډي کس خو جو تاسو آلموست ټولې دو چې ټول تباه دي زمونږ اصل کې چې مسله دې څه شوې ده چې دنه خو پکور کې اوبه پوره راغلي وي د دې بهر د روډ د سایډ نه خو بیا نقصان زمونږ ډیر زیات پدې کې وشو چې د بهر نه د هغه طرف نه د شاته نه په مونږ باندې خړلاغه. Flóð og skriður eru algeng á þessum slóðum á monsúntímabilinu sem stendur frá júní og fram í september. Rigning í Punjab héraði í Pakistan í júlí mældist rúmlega 70% meiri en á sama tíma í fyrra og fleiri fórust í hamförum tengdum veðriðar í mánuðinum en á öllu monsúntímabilinu í fyrra. Áfram spáð mikilli rigningu næstu 6 daga. Mikil uppbygging hefur verið á íbúðarhúsnæði og íþróttamannvirkjum í Borgarnesi. Sveitarstjóri býst við fjölgun íbúa í sveitarfélaginu og segir áskoranir framundan í rekstri. Við erum alveg reynum að búa okkur undir það að hér verði þróun sem einhvern veginn áþekk því sem og höfum alveg fundið fyrir því á síðustu árum. Áþekk því sem hefur orðið í sveitarfélögum sem eru klukkutíma þar fyrir innan í fjalla frá höfuðborgarsvæðinu. Hér verði fjölgun íbúa. Íbúar borgarbyggðar eru nú 4.000 og búist við fjölgun. Eins og staðan í dag þá eru 3 fjölbýli í uppbyggingu hérna í Borgarnesi. Það sömuleiðis, það gatnagerð í gangi og verður framboð á lóðum vonandi núna á bara næstu vikum og mánuðum í efst í bænum í Bjargslandi. Öll uppbygging kostar pening og bygging þessa knatthús hér kostar 1,8 milljarða. Búum svo vel að má segja við leggjum á stað frá grunni þar sem að skuldastað sveitarfélaginu segir tiltölulega lítil, svona í samanburði við önnur sveitarfélög. Þannig að við erum að auka skuldir sveitarfélagsins töluvert. Það verður bara að segjast eins og er. Í draugum að ársreikningi 2024 sem var lagður fram á fundi bæjarstjórnar 10. apríl kemur fram að skuldaviðmið sveitarfélagsins sé langt undir meðaltali í landinu. Bygging knatthússins stærsta einstaka framkvæmdin en einnig verið að endurbyggja grunnskólan á Kleppjárnsreykjum. Við finnum það eins og önnur sveitarfélög að það eru miklar áskoranir í rekstrinum. Það eru miklar launahækkanir og þannig að við þurfum að bregðast eins og önnur sveitarfélög og huga því hvernig við stöndum í okkar rekstri.
Miklar þrumur og eldingar hafa verið við landið í dag og gekk eldingabakkinn inn yfir landið síðdegis með miklum látum. Þrumuveðrinu fylgdi úrhellis rigning meðal annars á höfuðborgarsvæðinu þar sem vatn flóði upp úr ræsum og niður í kjallara. Slökkviliðið var kallað til að dæla vatni upp úr kjöllurum til dæmis í Vesturbænum þar sem vatnselgurinn hafði gert nokkurn usla. Velkomin Hrafn Guðmundsson. Já, þetta var býsna hressilegt í dag. Við sáum nú kannski ekki mikill eldinga hér á höfuðborgarsvæðinu en allir urðu varið við þetta þrumuveður. Vitum við hvað þetta var mikið? Já, þetta var mjög öflugt kerfi sem að myndaðist og svolítið sérstakt að þetta myndist svona út á hafi og í súldarlofti svona sem við yfirborðið. En fyrir ofan svona 1500 metra hæð þá var loftið mjög óstöðugt og rakt og það var nóg til þess að mynda þessa öflugu skúraklakka. Þetta var svona skúraþyrping sem að myndaðist og sjáum á myndinni að þetta myndaðist þarna svolítið vestur af Reykjanesi og fór svo nokkuð ákveðið yfir og svona upp úr 2 fór það inn á Reykjanesið og svo inn á Suðurlandi svona endanum og dó út svona kringum milli 5 og 6 litið. Eru svona þrumuveður að verða algengari hér á landi? Já, það er alveg líklegt, já. Það svona, hefur verið að hlýna þetta farna áratugi og það hjálpar til að mynda svona öfluga skúri. En þetta er svona það sem er óvenjulegt við þetta líka er að oftast nær eru svona eldingar að myndast og þrumuveður inn til landsins í svona síðdegis hitaskúrum á sumrin. Þannig að þetta er svolítið sérstakt, maður sér ekki svona ofta á sumrin. En svo var leiðindaveður á Vesturlandi og Vestfjörðum í dag, gul viðvörun og eitthvað að húsbílar og hjólhýsi jafnvel fyki út af vegum. Hvernig verður helgaveðrið? Það verður stífur vindur viðlóðandi alveg fram á sunnudag norðvestan til á landinu, byljótt og það þarf að hafa varan á þar. Það eru viðvaranir í gildi þar alveg fram á sunnudag. En annars nú meinlaust veður annars staðar sunnan og austan til og sérstaklega austanlands það hitabylgja og það verður mjög heitt fyrir austan á morgun fer líklegast yfir 25 gráður inn á héraði allavega og verður heittar alla helgina. Kærar þakki fyrir þetta Hrafn. Þú ferð nánir yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Og þá skulum við sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins. Handboltamaðurinn Kári Kristján Kristjánsson segir vinnubrögð forráðamanna IBVF til skammar í samningaviðræðum félagsins við sig sem enduðu með því að samstarfinu er lokið. Spennan er mikil hjá FH-ingum að leika í bikarúrslitum kvenna í fótbolta í fyrsta sinn. FH mætir Blikum í úrslitaleik á morgun. Og undirbúningur Íslands fyrir Evrópumót karlalandsliða í körfubolta heldur áfram. Íþróttir hér eftir fréttir. Skulum fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Forsetar Rússlands og Bandaríkjanna eru lentir í Alaska þar sem ætlunin er að þeir fundi næstu klukkutímana Úkraínustríðið. Starfsmaður leikskóla í Reykjavík hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald grunaður kynferðisbrot gegn barni í skólanum. Ítrekuð strokulaxaslys geta útrýmt íslenskum laxastofnum, segir formaður Landssambands veiðifélaga. Leit er hafin við Breiðafjörð og á Vestfjörðum að fleiri eldislöxum en þeim sem veiddust í Haukadalsá í Dölum. Mannskætt lestarslys var í Danmörku nú síðdegis, einn er látinn og fjöldi slasaður eftir að lest var ekið á annað ökutæki á Suður-Jótlandi. Það var upptalið hjá okkur í kvöld. Við ætlum að vera með fréttavakt á vefnum okkar RÚV.is þar sem við flytjum nýjustu tíðindi af leiðtogafundinum í Alaska. Og svo verða fréttir lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld. En við kveðjum að sinni. Takk fyrir samfylgdina í kvöld. Verið sæl og njótið helgarinnar. Á RÚV í kvöld. Séra Brown, breskur sakamálaþáttur hinn slungna Séra Brown sem er ekki aðeins kaþólskur prestur, heldur leysir hann glæpsamleg mál á milli kirkjuathafna. Ástarsaga Book of Love.